Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á mánudegi í miðju júní. Núna erum við eiginlega farin með skýið sem að þessi þætti fara fram á. Við fara fram á undirbúnanum Zoom. Nú erum við farin með skýið til Akureyrar. Þeir eru bara Akureyringar við borðið. Þarna sitja Þóroddur Bjarnason sem er prófessor við Háskólann á Akureyri, Haraldur Ingi Haraldsson sem er verkefnastjóri við Listasafnið, Guðrún Þórsdóttir, hún er sérfræðingur í atvinnumálum ungs fólks og Benedikt Sigurðsson, hann er núna eftirlaunamaður en hann er gert margt ævina og meðal annars verið hvorki meira minna en formaður KEA sem er einu sinni var KEA, það var svo stórt á Akureyri, ég get eiginlega ekki lýst því. En ástæðan fyrir ég kalla á ykkur hérna öll frá Akureyri að ræða, koma inn í þetta samtal sem hefur verið hérna við Rauða borðið frá því miðjan mars og snýst eiginlega svona okkar áhugaverðu tíma kórónufaraldurinn og kreppuna sem að henni fylgdi upplausn í samfélögum víðum heim og líka upplausn hugmynda. Það var orðið mikil breyting á hugmyndum. Fyrst var við mikla breyting í hugmyndum hagfræðinga hlutverk Seðlabanka og sjálfstæðans, hlutverk ríkisins og ríkissjóðs í uppbyggingu atvinnulífs og eitthvað fleira og það er eins og þetta ástand reynir á allar hugmyndir okkar og það er eiginlega tilgangurinn með þessu samtal okkar við Rauða borðið. Og ég ætla nú að kanna það hvort að með því að skoða þetta frá svona norrlensku sjónarhól, hvort að við fáum ekki eitthvað sýn sem hjálpa okkur til að skilja þessa áhugaverðu tíma. Ég heiti manneskju í gær sem hefði verið að ferðast landið og verið að kanna svona tón í fólki og var aðeins því að atvinnuleysi væri ekki svona eins slæmt og hann hefði reiknað með, ekki verið að býta þess mikið. Hér í bænum þá finnst mér ég verið að vara við atvinnuleysi og þá sérstaklega svona meðal ungs fólks og að því að Guðrún, þú ert sérfræðingur í atvinnumálum ungs fólks. Sérðu, hvað svona staðan í atvinnumálum unga fólksins í Eyjafirði? Já, þetta er náttúrulega bara titill, sko, þessi titill minn, þess að þeim ég launaflokk og svo framvegis, en ég er náttúrulega vinn með ungu fólki. Já. Til mín koma meðal annars atvinnulaus ungmenni 18–25. Staðan er að strax í lok mars, byrjun apríl voru 600 ungmenni á skrá hjá Vinnumálastofnun. Og flæðið hefur verið þannig hjá okkur í ungmennahúsinu eða í virkinu að við fáum til okkar, við útbúum svona virkninámskeið fyrir ungmenni. Það hefur verið þannig að hvert sísón, haust eða eftir jól, fáum svona 40 atvinnulaus ungmenni, en allt í einu voru það orðin 600. Og eins og við vitum að vegna vaxandi atvinnuleysis þá hefur Vinnumálastofnun ekki getað sinnt svona þessum vanabundnum skyldum sínum og þannig að þau hafa ekki náð að hitta þessi ungmenni eða þegar þú skráði atvinnulausan þá færðu viðtal við sérfræðing hjá þeim og svona einhvers konar handleiðslu, hvað er best að gera og svo framvegis. En þau gátu ekki gert það, þannig að við tókum á það ráð að kallaðu til okkar bara í hópum og svona hollum og að vísu voru 400 af þessum 600 voru á hlutabótaleiðinni. Við létum þau eiga sig sem kannski bara vegna þess að við vorum ekki með nógu mikið mannafla til þess að sinna svona mörgum. Þannig að við fengum til okkar, en sko málið er það að það sem ég vinn við er í rauninni að sinna krökkum sem það að vera atvinnulausir eitt, en svo oft, svo færði ekki atvinnu og mörg þeirra sem koma til mín pluma sig vel og fara í skóla eða gera eitthvað annað, en svo þau sem sitja eftir, þau þurfa aðstoð og það þessi krakkar sem við þurfum að sinna, þau eru mögulega búin að alast upp í fátækt eða ofbeldi eða vanrækslu ýmiss konar og eru traumatiseruð og það eru kannski af þessum 200 sem komið til okkar, 1/3 af þeim eru sem sagt þurfa virkilega aðstoð að halda, eiga hvergi heima. Þannig að það er alveg þannig krakkar hér á Akureyri sem eiga hvergi heima, en það er bara ekki talað um það. Þannig að sko og ástandið núna hefur stækkað þennan hóp, komið þessum hópi í verri stöðun áður. Algjörlega, já, algjörlega. Og þau sem eiga hvergi heima, það eru fíklar, krakkar sem eiga við fíknivanda að stríða. En það er annað mál, sko, en þú veist,
það í rauninni ríkið auðvitað stökk til og bjóð til einhver störf, en það voru alls konar svona hindranir þar, það átti að vera skráður í skóla og leiðin í skóla, bla, 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 bla. Og sveitarfélagið sömuleiðis, það voru ýmsar hömlur á því það er nú ansi ágætt að það er ákveðið svona sumarátak sem 5 vikna prógram fyrir þennan aldursflokk. Þau stækkuðu þann hóp, en samt sem áður í haust þá ákveðuðu að skera þetta niður, en svo náttúrulega kemur COVID og þá nú opnum við þetta. Þannig að já, það er alveg ágætis búið að taka á þessum málum, og þau eru safe í 5 vikur, en hvað svo? Þannig að ég sé fram á núna í haust verði ansi mikið að gera hjá okkur í ungmennahúsinu og þessu virki við að hafa eitthvað við að vera fyrir þau, af því að það vita það allir að 6 vikur atvinnulaus, við verðum bara þunglynd og verðum styrð af rugli, Hópurinn sem þú nefndir, þú sagðir að verða frá 18 til 25 ára. Já. Sem er ykkar hópur, og þið voru vanalega með svona 40 í einhverju samtali og einhver svona meðferð, kannski ekki mikið á því, og það var svona 200, þannig að það hefur 5-faldast verkefnin ykkar. Þú ert svo góður að reikna, það er næs. Já, ég er bara að velta við hvað ég var miðað við, það er 200 Já, 5-faldast, algjörlega. Því að 400 þau svona einhvern veginn plumma sig án einhverja svona aðstofar, en 200 þurfa sannarlega við halda. Já, 400 á svona hlutabótaleið og ég átta mig ekki alveg á stöðu þeirra því ég er ekki við þau. En þau eru ekki komin til ykkar. Nei, þessi 200, 1/3 af þeim þurfa meiri aðstoð heldur en vera það getur verið alls konar undirliggjandi vandi þar. Það við samfélagum brugðist svo mörgum, Þannig að þetta er töluverð breyting á Akureyri, ef maður horfir á það frá þessum sjónarhóli. Hafið þið tilfinningu fyrir því hvort að Kreppa sé komið til Akureyrar, hvort að atvinnulífið sé komið þangað? Það er náttúrulega stundum sagt að hagsveiflurnar utan höfuðborgarsvæðisins séu svona öfugar við höfuðborgarsvæðið. Það er að segja til dæmis þegar það er að kreppir að og gengið fellur að þá er það oft bara mjög gott fyrir frumframleiðslugreinarnar að sjávarútvegurinn fer að mala gull og landbúnaður stendur betur svo framvegis, þannig að á sama tíma sé kannski niðurskurður á þjónustu komið lítið við inn í staðina. Og það er svolítið til í þessu, en þannig þurfum við bara að passa okkur aftur að það er ekki sama hvers konar staðið þú ert að tala um. Þannig að þú ert að tala um lítið sjávarþorp sem byggir á sjávarútvegi, þá er það örugglega rétt. Staðir sem að kannski það sem að ferðaþjónustan hefur verið að byggjast upp, að það hefur ekki verið gert á sama krafti utan höfuðborgarsvæðisins, þannig að sveiflan verið minni. Það er svona fyrir utan Suðurlandsins, þannig að allt Suðurlandið í miklu áfalli. Jú, algjörlega. Og þetta er þetta er svo misjafnt og Akureyri er kannski ekki einn flokki, Þannig að Akureyri náttúrulega svona byggir svo mikið á þjónustu og það er ekki þetta er svona bonsai-borg stundu sagt, Þannig að þetta er misjafnt hvernig það kemur niður til svæðið. Ég held að það sé alveg rétt að Akureyri, hún er ekki dæmigerð landsbyggð að þessu leyti. Hún er með meiri breidd og það er engin það er ekki þessi þungi í ferðaþjónustunni, en við erum hins vegar þrátt fyrir heimilisfesti einstakra fyrirtækja, þá er Akureyri ekki með stóran útgerðar eða fiskvinnslugeira. Þannig að það er ekkert jákvætt að koma upp úr þeim potti með lækkuðu gengi. En við erum kannski rétt að hafa það í huga að það var kannski aldrei nein stór uppsveifla á landsbyggðinni allan þennan góðæristíma. Og þó að við værum í mörguleyti í góðum málum, þá er aldurssamsetningin til dæmis, Akureyri er ein af þeim, er að sýna svona landsbyggðareinkenni með öldrun yfir landsmeðaltali.
meðalaldurinn við erum orðin þyngri í efri endan og við eftirlaunafólkið sko finnum ekki beint fyrir kreppunni fyrir hún komin lengra. Ég veit ekki, fyrir utan tölur þá sér maður kannski ekki mikið svona í kringum sig sko, en það maður kannski á þeim aldri. En ég held samt að við séum núna akkurat á stað vanmatsins. Og maður held ég að finna það ekki bara á Akureyri, heldur líka að finna það við heim. Til dæmis var Angela Merkel með að segja að sína hún hefði tekið eftir þessu og skrifaði grein, var viðtali. Og ég ansi hræddur það að þessi kreppa, hún er heilsufarsleg, hún er efnahagsleg og hún er líka félagsleg, hún er þrískipt. Og þessir þættir, efnahagslegi þátturinn og félagslegi þátturinn eiga eftir að kíkka miklu meira inn. Ég ansi hræddur mig til að sjá þetta versta. Því að við vorum byrjað í efnahagskreppu kapitalismans fyrir COVID og taka eftir því sko að þetta er ekki bara út af einhverju heilsufars óheppni. Þetta er kreppa efnahagskerfisins og hún á eftir að dýpka held ég. Nú séu félagsleg kreppa, hvernig lítur hún út? Er það óeirðir á götum og mótmæli á götu Bandaríkjanna? Er það félagsleg kreppa? Já, það er félagsleg kreppa og hérna náttúrulega bara kemur hún fram í því eins og Gunnar var að lýsa hérna áðan að þeir sem eru neðstir og næst öryggisnetinu að þeir eiga að hafa hægt að detta í gegnum gleiða möskvana og það er hægt við að það aukist mikið þegar fram í sækir og við erum aðtöða það líka að við erum alls ekki búin að klára félagsleg áhrif af 2008. Það er ennþá ýmis sál sem er ógróin síðan þá. Fólk sem stendur veikt efnahagslega til dæmis og félagslega út af afleiðingunum af því, fólk sem misti húsnæðið sitt og búið að hrekjast á óbærilegum leigumarkaði í 10 ár í það minnsta. Það fólk er enn í sárum og má kannski illa við annarri kreppu. Já, og þetta er alltaf sama leikjabókin sem í gangi viðbröðin. Við sjáum alveg viðbröðin. Það er sérstaklega verið að nota tækifærin í ríkissjóði til þess að ýta undir fyrirtækjaeigendur og hlutabréfaeigendur í staðinn fyrir að þeir seyrist ofan í sína djúpu vasa. Og þetta hefur náttúrulega bara sömu afleiðingarnar eins og eftir hrun. Þetta er sama leikjabókin og eftir hrun sem við verðum að leika. Við getum haft verulegar áhyggjur af því að við séum að framlengja fjölskylduharmleiki að þessu leyti eins og Haraldur Ingi nefnir fólki sem stendur veikt eftir hrunið 2008 auðvitað berskjald aðra heldur en allir aðrir núna þegar næsta áfall dynur yfir ekki bara efnahagslega heldur jafnvel heilsufarslega líka og það sem ég var að nefna með þessa aldurssamsetningu það skiptir líka máli að byggðarlög á landsbyggðinni þau rísa ekkert svo auðveldlega upp eftir hverja kreppuna á fætur annarri og við þurfum ekkert endilega að tala um Raufarhöfn eða Grímsey eða byggðir sem hafa nánast rústast. Má ég aðeins að við byrjum að tala um byggðirnar, Guðrún, því að þú ert það unga fólki. Já. Og ég átta mig alveg hvað þeir eru að segja að þegar maður fyrir út á götu þá skynjar maður ekki alveg að sé kreppa endilega hversu djúpun er. En þú ert nálægt hópi sem að fyrstur verður varfið hana sem er ungt fólk sem er á jaðri vinnumarkaðar, kemst ekki inn ef það þrengist þar, jaðri húsnæðismarkaðar, er í svona vondri stöðu, þú nefndir að sumir væru bara einfaldlega heimilislausir. Getur verið að þessi kreppa sýni okkur kannski hvað er ólík staða fólks? Betur heldur en kannski við hefðum sáum 2008 strax eða við sáum kannski í síldarhruninu og eitthvað sem við kannski munum eftir. Já, ég held að þessi einhver hluta þetta COVID-mál, þessi heimsfaraldur, hann alltaf flýtti bara fyrir næstu kreppu og sem við erum svona síga inn í og einmitt þá sjáum við sjáum munin miklu betur, stéttamun og líka það er ekki bara þessi aldurshópur 18 til 25. Ég meina unglingarnir fá ekkert vinnu
Það var ekkert mál hérna þegar við vorum yngri, þá fórum við bara í fisk og einhverja sjoppu og bensínstöð og eitthvað svona, selja einhverja flíkur og eitthvað svona, en það ekkert í boði. Það líka unglingarnir sem fá heldur ekki vinnu. Og ég alveg í tengslu við þann hóp líka. Þannig að staðan svo vitum við heldur ekkert hvernig þetta fer í gang í haust, hjól atvinnulífsins, eða hvað við að kalla það, Það heyrir það þegar maður talar ungt fólk að það mun auðveldra til þess að tala ungt fólk stéttaskiptingu þess að eiginlega sér hana, til dæmis á húsnæðismarkaði að þau sem eiga möguleika á að eignast húsnæði gera það bara með stuðningi frá foreldrum sínum. Og ef þú hefur ekki stuðningur á foreldrum þá ertu eiginlega bara dæmd til þess að vera á leigumarkaði eða búa bara hjá foreldrunum eða búa í ósamþykktum bílskúr hjá frænda eða foreldrunum og upplifir að þú sett heppinn. Ég er rosa heppinn með mína jafnaldra að búa í þessum bílskúr. Þetta heyrir maður bara fólk segja og maður veltir fyrir sér að hefur orðið eitthvað svona breyting að þessi svona stór hópur sem að raunverulega komin á jaðar sem unga fólkið sem að við kannski kunnum ekki alveg að horfa á samfélagi svoleiðis hlutað og fólk sem að kannski kann ekki að tala stöðu sinna. Hverju segja að hver sé heppinn að búa í bílskúr? Ég bara heyrði, það var einn maður bara við Rauðaborði sem sagði þetta daginn og voru að tala, ég var með hellingi ungu fólki og einn bjó í bílskúr hjá foreldrum sínum og hann sagði ég er bara heppinn að búa í bílskúr og svo gekk ég á þetta og þá sagði hann auðvitað, þú veist auðvitað á ég ekki að segja svona ég er ekki heppinn að búa í bílskúr, þetta er náttúrulega óbærilegt að búa í bílskúr hjá foreldrum sínum, ég er 27 ára gamall. En þetta er bara staðan hjá svo ungu fólki, ég var að benda á þetta að unga fólki sér svo glögglega stéttamuninn hvað það skiptir miklu máli hvar þú ert staddur á húsnæðismarkaði eða vinnumarkaði eða í svona félagslegu öryggi. Og þessi húsnæðismarkaður er bara algjört bull, Og eins og við vitum, og þessi vaxtakjör og húsnæðiskaupa business allur, maður skilur þetta ekki með við hin löndin. Og einhvers staðar hef ég eftir að hafa samband bara í dag fór ég að hugsa svona hvað hef ég að segja einhvern veginn núna því ég hef alveg verið involverið í pólitík og ekki og alls konar og verið að mótmæla og bla 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 og einhvern veginn það gerist allt svo rosalega hægt og svo náttúrulega bara pólitíkin eins og eitthvað lauf í vindi og það einhvern veginn engin kraftur nema að vera í stjórnarandstöðu og eitthvað svona, þetta algjör frumskóður þetta líf en húsnæðismarkaðurinn, ég að leigja íbúð núna, ég á leigumarkaði, það verið frá því að ég var bara fór út, fór frá foreldrum mínum og það bara algjört kjaftæði, og ég man að einhvern veginn sast þú á móti okkur Jóa og svona þið fátaklingar, krakkar mínir, þið bara fátaklingar og Jói svona en auðvitað, þú veist, í dag að vera á leigumarkaði, það þýðir að ég fátaklingur í rauninni. Og þetta ekkert einhvern veginn á mínum aldrei að tala en unga fólki sér þetta. Já, það er sem að ég að meina. Þessar andstæður eru svo áberandi á þeim að það er þetta engum í hug og unga fólki segir oft að ég ólst upp í fátækt og svona sem að fólki á okkar reki gerir voða sjaldan. Akkurat. En nú líklega út af raunveruleika við bara íslensku. Við skulum bara tala íslensku. Þóroddur, við erum að tala félagsfræði og félagslega kreppur. Við erum eiginlega á þínu svæði, þú ert félagsfræðingur, ekki? Og það er alveg staðreynd að eitt af því sem að kóróna og kórónakreppan hefur svona afhjúpað stéttaskipting. Það er náttúrulega, fólk dó bara eftir stéttum og að deyja núna í Bandaríkjunum og þetta hefur dregið svolítið glögglega fram. Sérðu að eitthvað svona, er það góðu tími fyrir félagsfræðingana að fá þessa vít að verða að taka afstöðunum? Það er náttúrulega stórkostlegt fyrir félagsfræðinga þegar það áfull, Nei, en það ég held að það sem við kannski erum ekki fyrir að sjá ennþá svona hvað gerist til lengri tíma. Hingað til hefur kannski ríkisstjórnin brugðist við svona svolítið með að dæla peningum út og fjármagna alls konar verkefni sem að maður svo mikið viss að þeir geti til lengri tíma. Og það líklegt að það muni koma að því að menn fara að skera niður, hvort þeir bíða fram yfir kosningar eða það verður.
en þeir náttúrulega reka ekki ríkissjóð með tapi í lengri tíma og þá spurning hvað gerist þá, sko. Og við getum sagt sér svo að sko, eitthvað eins og uppsagnir opinberra starfsmanna augljóslega hefur miklu meira áhrif í þéttbýli, hefur miklu meira áhrif á höfuðborgarsvæðinu eða á Akureyri heldur en á staðan svo Raufarhöfn, þar sem ekki einn einasti opinber starfsmaður held ég. En hins vegar niðurskurður til dæmis á bótakerfinu. Að þetta kemur, sko, þá fyrir að tala eins og Bensi var að tala með sko, aldursdreifinguna og Akureyri svo sem vel stödd með marga aðra staði. Það bara margir staðir þar sem eru bara mjög margir sem eru bara komnir að vinnumarkaði og svona félagslega neti skiptir miklu máli. Þannig að við erum svolítið eftir að býta nálinni með það, hvað gerist þegar að því kemur að vera að fara að skera niður ríkisútgjöldin. Þú ert sannfærður að það verði gert. Ég ætla að hljóta. Þórður kemur þetta inn á mjög áhugaverðan punkt, sko. Sem rekstur á ríkissjóði. Sko, austerity rekstur á ríkissjóði eitthvað náttúrulögmál. Ég tel að við séum stödd í kennslustund í ríkisfjármálum og okkur hafi verið sýnt fram á það að ríkissjóður geti gefið út peninga. Allt þetta kjaftaði sko að ríkissjóður sé blankur og ekki peninga í krónur, það rangt. Við erum búin að sjá það og með þess að seðlabankastjóri er búin að viðurkenna. Og sko, þá það spurning, ef að þetta rétt, að ríkissjóður geti gefið út peninga eins og hann sýnist, hvað þá stendur það í veginum að ríkissjóður fjármagni það sem þarf að fjármagna innan skynsamlegra marka. Það, sko eins og ýmsir hagfræðingar hafa bent á og löngu fyrir þetta hefur verið slagur núna í áratugi eitthvað hliðslaga, að sko ríkissjóður getur fjármagna þar sem honum sýnist. Og það ekkert líkt með ríkissjóðs rekstri og rekstri heimilis. Það bara kredda. Heimili getur ekki gefið út sinn eigin gjaldmiðil, það getur ríkissjóður gert. Heimili getur farið á hausinn, ríkissjóður getur aldrei farið á hausinn í sínum eigin gjaldmiðil og svo framvegis, vextir og svoleiðis. Og þarna sko ætla menn að taka tillit til þessar leksíu. Ríkisstjórnin virðist ekki að gera það. Það eru öll sko teikn á lofti. Bjarni er búinn að lýsa því yfir, við sjáum það á frumvörpum sem Sigurður Ingi leggur fram, við sjáum það á það sem Katrín segir, að austerity rekstur á ríkissjóði sé það sem býður í handan við hornið, en fljótt og hægt er. En sko þetta bara kredda og það er vandamál. Af því að það búið að við erum búin að sjá það alveg greinilega að sko ríkissjóður, sko þetta er spurning vilja menn gefa út peninga í ríkissjóði. Svo getur maður farið sko í næstu leksíu. Þeir eru náttúrulega að gera það núna, með því að leggja peninga inn í fyrirtækin. Já, en það verið að búa til peninga innan úr Seðlabankanum. Já, en það ekki verið að fjárfesta, ég er að segja það er leksían. Það er það sem við erum að sjá. En síðan eru þau búin að lýsa því yfir öll trúa eða sem sagt Bjarni fyrst og fremst, að austerity rekstur sé það sem að býði handan við hornið. Strax svo hægt að hverfa frá þessu, þá verður byrjað að skera niður og herða sultaróluna. Og sko, þetta er bara óþarfi. Þetta hefur verið rætt þetta í hérna við Rauðaborðið, þar sem mæta hagfræðingar Ásgeir Brynjar Torfason, Ólafur Margeirsson og Guðrún Jónsson og þau hafa einmitt farið yfir það sem að Haraldur er að segja, að allir seðlabankar í heiminum og allar ríkisstjórnir í heiminum eru að hverfa frá þessari ríkisfjármálastefnu en hins vegar eins og hún lifi ennþá á íslensku ríkisstjórninni, þó verð ég að segja að það má merkja það að Bjarni hafi dregið pínu í land því að fyrst boðaði það yrði bara strax við næstu fjárlög, byrjaði að skera niður. En svo sagði það núna að við þyrftum að koma út úr kreppunni og við þyrftum að ná jafnvægi 5 árum þar á eftir. Þannig ef við verum kannski segjum að við séum 2 ári í kreppu, að þá vil að vera búin að ná jafnvægi svona upp úr 2026. Já, þetta er nákvæmlega saman leikjabókin og þarna eftir hrun. Að þá fengum við að keyra upp halli á ríkissjóði og það er mikilvægt átt að segja því líka að halli á ríkissjóði er ekkert annað en eign einhvers annars. Að peningar eru ekki verðmæti í sjálfu sér, við getum ekki étið þá, þeir eru bara bókhalds fyrirbæri. Þetta verður eitt af því sem málum sem verða mjög mikið rætt á næstu vikum á mánuði. Því þetta er grundvallaratriði í sambandi við ríkisrekstur. Og það verður að ræða þetta út allar heim. Hins vegar held ég að það eru kosningar næsta vor
og ég held að það verði ekki lagt fram frumvarp í haust það að fara í stórfellda niðurskurð á ríkisútgjöldum og segja upp opinberum starfsmönnum og draga úr velferðarkerfinu. Ég held að það verði ekki núna í vetur, sko. Benedikt, þú nefndir eftirlaunafólk og Þóroddur nefndi viðbrögðin við kreppunni að þegar ríkissjóður borgar okkur einhvern veginn út úr þessu og svo þarf að ná því tilbaka og þá farið að skera niður í opinberri þjónustu og mögulega lífeyri. Og það var gert eftir 2008, þá var örorkulífeyrir og eftirlaun hoggið niður og þeir hópar hafa legið síðan. Þeir eru alveg þrátt fyrir allan batan sem hefur verið í efnahagnum að þá liggur sá hópur eiginlega eftir. Láglaunafólkið hefur fengið miklu meiri bætur, ég ekki að segja ómikið af því, þær hafa fengið miklu meiri bætur heldur til dæmis öryrkjar og eftirlaunafólk sem á strípuðum bótunum frá Tryggingastofnun. Þetta hópar sem að myndu þola að taka á sig skerðingu út af auknum ríkisútgjöldum í gegnum koronakreppuna? Ég held að skrýtna sé að menn hafa held ég fundið fyrir því að mjög margir eru að átta sig á því að annars vegar þetta sem hún nefnir varðandi öryrkja og þá sem á strípuðum lífeyri að þeir eru búnir að sitja eftir, en hitt ekki síður stórt mál og snertir mjög marga þegar sé að þetta tekjutengingar brjálæði í bótakerfum og öllum kerfum sem að við höfum búið við núna síðustu 20-25 árin sem að gengur alveg út yfir allan þjóðarbálk og það alveg fáránlegt til þess að hugsa að kapitalistarnir og nýfrjálshyggjuliðið og gömlu sósíalistarnir sem áttu gamla valdakerfi ASÍ meira og minna, þeir náðu höndum saman þetta tekjutengingarrugl og breyttu meira og minna bótakerfin í einhvers konar ölmusur en í staðinn fyrir að viðhalda því sem millifærslukerfi til tekjujöfnunar og til þess að tryggja mönnum afkomu. En ég held að ég upplifi það þannig að akkurat í þessu umhverfi núna þá muni fjölmennir hópar öryrkja og eldri borgara ekki sætta sig við það að þeir verði kýldir niður einu sinni enn og ég held að akkurat þessi breytti skilningur á peningakerfi og ríkisfjármálum með þegar að ríkissjóður gerður upp í eigin mynt og skuldsetur sig einungis innanlands en ekki með erlendum skuldum að þá held ég að menn átti sig á því að það miklu skynsamlegra að tryggja fleirum meira en nauðþurftirnar þannig að menn geti verið virkir neytendur í jákvæðum skilningi þess orðs og búið við sjálfstæði og sjálfsvirðingu. Og ég held að þrátt fyrir allt þá muni þau stjórnmál sem við höfum séð þau verða síðustu áratugina, kannski 20 ára og þessi hrokafulli yfirgangur, hann verður að láta undan síga. Ég var ekkert að nafngreina, ég ætla bara að biðja ykkur að hafa það í huga, ég var ekkert að nafngreina fjármálaráðherra sérstaklega, en ég sé samt ástæðu til að taka það fram. Til þess að við varum alveg vissum að við myndum nafngreina hann í huga okkur. Já, ég þori ekki annað. En ég held líka að þetta sem búið að gerast á þessum góðæristíma frjálshyggjunnar að yngri kynslóðin hefur setið eftir varðandi tækifæri og hlutdeild í kjörum og það auðvitað speglar líka að fjármagnið hefur orðið svo frekt til í arðsemiskröfu sinni og fjármagnskostnaður í gegnum banka og lánastarfsemi hefur verið svo stór hluti að atvinnulífið
eigendur fyrirtækja hafa tekið til sín miklu hærri hlutdeild í þjóðarframleiðslunni heldur en launafólki. Og því verðum við að breyta ef við eigum að geta risið hér upp úr COVID með einhvers konar félagslegu jafnvægi. Og ég fyllist alltaf hálfgerðum hryllingi þegar að menn fara að tala það hér í opinberum vettvangi að á okkar ungdómstíma, okkar Haraldar Inga, að það hafi allt verið í kalda koli á landsbyggðinni, sjávarútvegurinn í endalausu tapi. Sannleikurinn í málinu var auðvitað sá að sjávarútvegurinn í dreifðu eignarhaldi eignarhaldi sem sagt hjá sveitarfélögum og hjá samvinnufélögum út allt land, hann skilaði peningum inn í samfélögin, en hann skilaði peningunum ekki út bakdyrnar í hendunum á kapitalistum sem að hlupu með þá beina leið á aflandseyjar. Nákvæmlega. Það akkúrat þarna sem við þurfum líka að passa okkur, og á sama hátt eins og við getum farið styttra aftur í tíman. Á síðustu 10 árum eða skemmri tíma hefur sem sagt ferðaþjónustan sums staðar landið vaxið sem svona hálfgerð efnahagsleg bóla. Kannski var hún beinlínis bóla, en hún því miður skilaði hún ekki byggðunum efnahagslegum grundvelli vegna þess að hún byggðist að verulegu leyti á arðráni. Og ég sem alinn upp í Mývatnssveit og þingeyingur í húð og hár horfi á það stundum með skelfingu að tekjuveltan af ferðaþjónustu sem að sannarlega gerir út á fallegt umhverfi og náttúru, tekjuveltan hún skilar svo litlum grundvelli inn í þessi samfélög. Hún var jafnvel ekki að skila heilsársstörfum nema í mjög fáum tilfellum, og eignarhaldið á þeim fyrirtækjum, hvort sem þau voru hótel eða þjónustuaðilar, flutningsaðilar sem voru að koma með fólk í 100 og 1000 tali, eignarhaldið á þessum fyrirtækjum var bara annars staðar. Það voru svokallaðir fjárfestar, og þar af leiðandi þá sjáum við í þessum svæðum minni breytingu til að byrja með í kjölfarið á COVID. Þeir sem missa vinnuna eru raunverulega farandverkafólki sem hefði komið í sumar en kemur ekki. Já. Það gerist meira þannig, og eins að auðvitað skólafólkið kemur ekki heim til að vinna undir drep eins og við gerðum í gamla daga, þar sem að við náttúrulega bara björguðum okkur á því að vinna eins og bara við mögulega gátum yfir sumarið til þess að framfleyta okkur yfir skólaárið, sem við gátum mörg strákarnir, minnsta kosti, fyrir þessum 40 árum plús. Mér langar aðeins að koma að einu, því að varðandi COVID, það bara eitt tímabil og það mun verða fleiri þannig tímabil, en það hefur kennt okkur það og eins og hefur verið að tala út allan heim, að það hægt að ríkisstjórnin geta tekið ansi mikið á sig og gert ansi mikið á skömmum tíma og unnið þvert á pólitík og með sérfræðingum og svo framvegis. En málið miklu stærri en það. Við búum á einni jörðu og jörðin, ef við ætlum að reyna að búa börnunum okkar eitthvað í haginn, þá þurfum við að fara girða í brók, eða hvað maður segir, Það sem ég reyna að segja að þið nefnir kvótan og það náttúrulega laxárnar og við fullt af auðlindum sem við þurfum að þjóðnýta, sem við þurfum, kannski það ekki rétta orðið, en við þurfum að taka það aftur. Nýtist fyrir samfélagið en hverfi ekki út úr samfélaginu á aflandseyjar, við getum orðað bara neitt. Eða erfist og bla bla. Og ég, fyrst að við gátum lokað landinu og tölum að dæla peningum, það ekki rétta orðið, það búið að setja peninga í ákveðna hluti og gott og vel, en það alls ekki búið að dæla neinum peningum neitt,
En sko, við þurfum að taka, þá fyrst að við gátum þetta, þá þetta að gera ansi margt. Og núna tækifærið að það að tala íslensku það sem kemur okkur, við getum öll verið sammála að við viljum búa á jörðinni í sátt og samlyndi og hugsa til börnin okkar, þau fái menntun og þau fái að borða og svo framvegis. Bjarni Ben líka, skiljiði, hann veit það líka. Þannig að í grunninn alltaf erum við sammála, þetta bara spurning aðferðafræði. Og nú það er ekki endilega víst að við séum alltaf sammála. Það sem að heyrir hjá ykkur, annars vegar erum við að tala svona hópa sem að koma misilla út úr kreppunni og svo heyrir maður líka endrómi svolítið það að það sem verið að byggja upp samfélag sem kannski enginn var að biðja og þá veltir maður fyrir sig sko, hvar fer eiginlega samtalið fram það hvers konar samfélag við viljum byggja upp á Akureyri eða í Mývatnssveit. Það er ekki að taka dæmi Mývatnssveit, Benedikt. Ég mjög eftirminnilegt samtal sem ég átti við konu sem bjó þar. Hún sagði að þegar 2008 þá kom mikið áfall og þau voru nýbúin að missa verksmiðjuna og mikið áfall í byggðinni og svo fóru túristarnir að koma og þá kom svona líf aftur og allir fóru að leigja út lítið herbergi og allir hjálpuðu svolítið að. Svo komu fleiri túristar svo allt í einu bara puff, breyttist þetta þeir sem áttu eignirnar, áttu jarðirnar voru allt í einu orðnir sko stór fyrirtækja rekendur með mikið af erlendu starfsfólki og samfélagi sem var þarna, sem átti kannski sinn blómatíma í erfiðleikunum eftir 2008, það var eiginlega horfið. Þetta var orðið eitthvað svona stóriðju ferðaiðnaður sem að færði peningana til þeirra sem höfðu oft sko eigninnar eða stærstu jarðirnar eða bestu húsin eða einhvern veginn aðkíkja fjármagn eða eitthvað áður. Svo umræða fór held ég aldrei farið fram á Mývatni svona hvernig samfélag við viljum búa til, það bara var til svona. Hvað segir þú það, Haraldur? Þetta mjög áhugavert og sko, það svo til að það var mjög áhugavert innlegg inn í þessu umræðu, bara sko, kemur frá útlöndum að vísu, en Alþjóða heilbrigðisstofnunin og Alþjóða náttúruverndarsjóðurinn og sérfræðingar hjá Sameinuðu þjóðunum, þeir voru að skrifa saman undir grein, sem að birtist núna bara fyrir 2 dögum eða eitthvað hlutislaga, og svona til að sjóða það niður kannski bara í 1-2 setningar, sko, þá einfaldlega það að vandamálin sem við erum í efnahagskerfinu að kenna í heiminum sem við erum að reka. Og sko þeirra sjónarmið var fyrst sko fremst loftlagslegt og svo heilbrigðislegt því að þessi sjúkdómur að þeir vilja meina það og þetta ekki smá kallar sem skrifa undir þetta eða fólk að þeir vilja meina það að það séu lífshættir okkar sem að fari svo illa með jörðina og þarna sko að hún svara fyrir sig með þessum vírus. Það segja að dýr, við erum að fara mjög illa með dýr, við erum með búskap sem fullkomlega óheilbrigður, við erum að hrúa þessu saman í ægilega kurs og þetta verður bara veikt, það þarf að nota gríðarlega mikið af lyfjum og við erum ofan í þessu sjálf og þarna erum að versla á óbergan hátt með villt dýr og þetta gera það verkum að sjúkdómar koma á kreik sem við erum óundirbúin að taka við vegna þessa efnahagskerfið, það bara virkar ekki, sko, við framleiðum bíla eins og sagt án varadeks. Þetta eru svona dæmi sem maður sér í mörgum greinum. Bílar eru framleiðir án varadeks. Það á aldrei að springa, en við vitum að það springur. Þá er ekkert varadek. Það nákvæmlega svona með efnahagskerfið. Og þetta liggur í efnahagskerfinu og við þurfum að ræða það, sko, hvernig í ósköpunum við getum þarna breytt þessu efnahagskerfi. Og það virðist nú vera komin ansi sko sterkur þrýstingur á það þegar svona stofnanir eru farnar að skrifa svona greinar. Hvað segir þið samtalið hvernig samtala við viljum hafa? Það má ég aðeins stelast inn í þetta, sko, af því að þú nefndir Mývetningarna pínlítið, sko, þeir voru nú að gera býsna skemmtilega hluti, sko, og sem byggist svolítið á samtali, þar að segja að þeir ákváðu að skoða hamingjuna pínlítið. Og kannski það ákveðið svar af þeirra hálfu við því að það fór eitthvað lítið samtal fram. En það sem ég var fyrst og fremst að nefna þarna áðan var það að ferðaþjónustu bólan, hún skóp aðstæður þar sem að allt of mikið af atvinnutækjunum varð í eigu annarra aðila, það er að segja svokallara fjárfesta. Gamalt staðbundið hótel Reynihlíð,
Hótel Reykjahlíð sem höfðu verið í eigu frumkvöðla, fyrst bænda og síðan heimamanna, var allt í einu komið í eigu Icelandair. Síðan voru reist 2 splungu ný hótel af sem sagt fjárfestum. Það tiltölulega allt of lítið sem að heimamenn, hvort sem þeir voru bændur eða landsetar af öðrum tagi, komu upp sínum eigin business sem byggði þá á vinnufjölskyldunar og varð þannig eftir. Þannig að stóriðjan í ferðamennsku, hún eiginlega svolítið strókar út svona smáborgaralegan atvinnurekstur, fjölskyldurekstur það sem að... Já, eins og við þekkjum það svo vel við sem ferðast í Mið-Evrópu, Miðjarðarhafsins eða hvað, þar sem að allir smábæir byggjast fyrst og fremst á því að þar bakarinn eða veitingamaðurinn með sinn rekstur og sína fjölskyldu á sitt undir. Og ég meina, sumir hafa sagt að árangurinn í þýska hagkerfinu alveg framundir þetta hafi byggst meira og minna á því að mjög stór hluti af atvinnulífinu ennþá meira og minna í hefðbundinni fjölskyldu eign. Þar sem að fólki sem vinnur vinnuna á sitt undir og hefur ekki það megin mottó að arðræna fyrirtækin sín, heldur að byggja undir þau til þess að byggja jafnvel sjálfsmyndina sína með því. Og aftur að þessu með efnahagskerfið, ég hef verið sérstaklega mér hefur fundist áhugavert að skoða gamla Georgisman sem var í blóma og upphafi 20. aldar frá Henry George og margir Evrópumenn og gömlu framsóknarmennirnir á Íslandi, þeir voru hrifnir af þeirri hugmyndafræði og ég held að við á Íslandi munum ekki ná tökum á auðlindanýtingunni fyrr en við viðurkennum það að auðlindin og nýting hennar þarf að eiga varnarþing. Það hún þarf að eiga heima, þannig hún þarf að skila tekjum þar sem að auðlindin nýtt. Ekki með því að virkja einhvers staðar á fjarlægum stað og flytja rafmagni allt í burtu, eða ekki með því að fyrirtæki í Reykjavík senda her af rútum austur eftir öllu Suðurlandi eins langt og þær komast fram og tilbaka, og eins hér frá Akureyri undanfarin ár hafa skemmtiferðaskip komið í massa. Fólki hefur varla drepið niður fæti á Akureyri, heldur að hafa gert hringferð í Þingeyjarsýsluna og svo tilbaka, en það skilur ekki eftir nánast 1 krónu við í Þingeyjarsýslunni. Ég get stundum sagt að framundir þetta var Goðafoss kannski besta dæmið. Það komu 300–400.000 manns og sveitarfélagið lá undir ámæli fyrir það að þeir stóðu sig ekki nógu vel í því að sinna fólkinu sem kom. En þeir höfðu engar tekjustofn til þess. Þannig að þetta hlutur sem við þurfum að hugsa. Það alveg það sama, hvort sem það raforka, hvort sem það fiskur. Við verðum að tryggja það að landshlutarnir fái eðlilega hlutdeild til sín, ekki fjárfestar sem búa einhvers staðar annars staðar, heldur landshlutinn sjálfur, og það sé eingöngu þar sem hægt að ráðstafa vænum, ég vil segja sanngjörnum hluta af arðinum. Gunnar Smári, það samtali farið fram, það fer hvergi fram nema kannski hér hjá Rauðaborðinu. Það er Rauðaborðinu. Og ég ætla að Þóroddur vilji í staðinn fyrir að elta Benedikt og Haraldinn í framtíðin að fara til fortíðarinnar. Þannig að þú hefur verið að rannsaka áhrif kvótakerfisins á sjávarbyggðir og þá kemur í ljós, eins og þegar þú segir, nú ég að endurtaka sem þú ert að segja, það sem að það kemur í ljós að það augljóst að kerfið leiddi til þess að smærri byggðirnar og veikari byggðirnar gáfu eftir. Og mér minnir að þegar ég var að hlusta á þetta, þá sagður þess að svo að það hlýtur að vera að menn hafi gert sér grein fyrir þessu. En það engin merki þess að menn hafi rætt þetta sem óhjákvæmilega afleiðingu af kerfinu sem var verið að ræsa í. Kannski erum við á svipuðum stað núna með ferðaþjónustuna og við erum alltaf að bíða eftir að koma einhverjir hagspætur eða að framtíðin komi til okkar, en
En við erum ekkert svo mikið að velta því fyrir okkur, sko, er þetta eitthvað sem við viljum, eða er þetta gott fyrir mig, eða er þetta samfélagi sem er eftirsóknarvert, eða hvað er þetta, hver er þetta drífur þetta áfram? Og ég held með að sömuleyti er þetta sama sagan, það er að segja áður en að túristabólan kemur að þá er svo sem fá menn að vera í friði með sína litlu ferðaþjónustu, að einhver sem rekur lítið gistiheimili og rétt skrimtir á því að hann lendir ekki mikil í samkeppni, það er svolítið eðli kapitalismans, að allt inn eru konið peningar í þetta og allt inn eru bara hellingspeningur í því að vera með ferðaþjónustu í Mývatnssveit. Og þá koma menn inn með ekki bara með peninga, heldur með sín sambönd og bókunarkerfi og allt þetta og ryðja þessum litlu úr vegi. Og það er svolítið það sama sem gerist með kvótakerfi, þegar fiskurinn er kvótasettur, að þá allt í einu svo mikla peninga upp úr þess að hafa. Og þá koma menn rjúkandi inn til þess að sækja hann og þá er sko litla aðlun rutt út. Þannig einhverju leyti er þetta sama sagan svona að endurtaka sig með En það er aldrei fyrirfram á borðinu, sko, hvaða kosti höfum við? Sko, höfum við kosti til að styðja samfélagi þar sem að fjölskyldunar að reka sína eigin útgerð eða sín eigin gistiheimili, eða viljum við fá, sko, 350 herbergja hótel þarna, aðfluttu vinnuafli með standard mat og standard, þú veist, svona lúkki á öllu, þú veist, hundleiðilegir staðir. Því að þið voru nefna ferðaþjónustu sem byggir á svona fjölskyldurekstur á mæli ég með Skotlandi, ég ferðast þar öll hálöndin og út allar eyjarnar. Það er alveg stórkostlegt einmitt út af þessu. Það er bara engin keðja, það er ekkert stórt hótel, þetta er allt rekið eins og þetta byggðist upp fyrir 100 árum. En það var aldrei valkostur það, í hverju samfélaginu viljum við búa. Nei, ég held að Skotland sé gott dæmi, því að þar er einmitt ferðin í litlu þorpin og þar er sko gistiheimili í öðru hverju húsi og svo framvegis sko, en þegar ferðaþjónustan koma þá nálguðist þetta kannski svolítið eins og sjávarútveg. Bara frystitogara. Stór frystihús og frystitogara í þjónustuna, sko. Þetta er bara að blinda traust á svokallaða frjálsa markaðskerfi, að það á að redda öllu. En það er ekki frjáls markaðskerfi í sjávarútvegi, þannig þetta er ekki trú á það. Þetta getur verið kallið að það, þetta er það ekki. Ég er ekki alveg búinn. Já, sko, það er ekki frelsi í þessu frjálsa markaðskerfi, það væri miklu sko eðlilegra að kalla það hlutlæga markaðskerfi, það myndi lýsa því miklu betur. Því að þessir aðili sem er sterkastur hann nær yfirhöndinni mjög fljótlega og getur síðan farið að sníða reglur eftir sínu höfði eins og við sjáum í sjávarútvegi. Þannig að þetta er svona, þetta er mótsögn í þessu orði. Svo sér maður líka í þessu að sko svona stærð og styrkur samfélagana skiptir máli. Og ég held að sömuleyti séu svæði eins og sko, Mývatnssveitin, þar sem þú með þetta með fámennt samfélag sem hefur verið og var í svona kreppu áður en að þetta kemur, að það er mjög erfitt fyrir svoleiðis samfélag að standa gegn því þegar að koma inn stórir aðilar með peninga og loforð, sko. Á meðan að við sjáum þetta alltaf ekki gerast með sama hætti hér á Akureyri. Einhvern veginn hefur ferðaþjónustan komið með allt öðrum hætti hérinn og maður velti fyrir sér hvort að það sé einhverju leyti svona valdahlutföllin og stærra hlutföllin sem ráða því hvernig þetta spilar. Þá getur það þýtt að Mývatnssveitin þyrfti einhvers konar stuðning, eitthvað svona bakvarðarsveit í sínu landshluta eða ríkinu til þess að geta betur ráði við að móta samfélagi eins og það vildi sem að kannski Akureyri er komið þá stærð að það þarf ekki sama stuðning. Getur það þannig sem að ekki getur sagt bara Mývatnssveitin er nú lítil og bara so be it. Nei, ég held að sko þetta sé alveg ágætt að það dukkar hér upp ákveðið dæmi frá Skotlandi. Það er allt í lagi fyrir okkur að hafa það í huga. Í 30 ári eða ég veit ekki hvað langan tíma hafa Skotar einmitt verið að reka markvissa þróunarstefnu fyrir þessi dreifbýli og þeir hafa verið að gera það til árangurs. Og það eru margir sem hafa verið að horfa pínlítið á það og eru skotnir í því sem þeir voru að gera. Við höfum hins vegar ekki verið með þann fókus nægilega skýran að mínu mati og stundum er það kannski fyrir það að menn hafa verið, allt of fljótir að sleppa hendinni
og segja að þegar ferðaþjónustan kemur þá þarf ekki að hjálpa mönnum á Húsavík eða Mývatnssveit eða hvar það nú af því að þar ferðaþjónustan að hjálpa mönnum. En eins og þú ert að segja þá hefðu menn örugglega náð til sín stærri skerfi af þessum vexti ef að þeir hefðu haft kerfi sem bakkaði þá upp, fjármögnunarleiðir og ekki síður þróunarstuðning. Ég held að menn þurfi virkilega þróunarstuðning vegna þess að menn fatt ekkert endilega upp á öllum hlutum hver og sjálfur. Má atvinnurekendur kvarta mikið yfir því þegar þeir eiga til þess að við banka. Bankin nennir ekki að hlusta á það, sko. Bankin eiginlega smíðaður til þess að þjónusta bara stórfyrirtæki. Já. Og ef þú ert með eitthvað svona, þú veist, ég horfði upp á það þegar ég bjó í París að osta fólki sem var komið svona á sjötusaldur vildi losna við búðina og elsti sonurinn vildi kaupa af þeim en hann þurfti að fá lán til þess að kaupa hérna systkini sín út og svo bara gekk þetta ekki einhvern veginn upp því banki bara nennti ekki að hlusta á þau. Svo fór þetta verið burt og það kom eitthvað svona nærbuxnabúð sem setti röndóttar karlmanna nærbuxur sem enginn í hverfinu vildu, túristarnir vildu ekki. Það satt einhver einn starfsmaður á svona bekk og var í símanum með einhverju tölvuleik og borðaði tyggjó og þetta var algjörlega tilgangslaust og maður hugsaði hvaða afl það sem ýtir þessari dásamlegu ostabúð sem allir elski heiminum, allir eru til að fljúga frá Kína til að fara til og setja þetta í staðinn. Og ég bara Við þurfum aðra fyrirtækjamenningu. Við þurfum aðra fyrirtækjamenningu. Þessi fyrirtækjamenning sem við erum með byggist á grein sem að Milton Friedman skrifaði 1970 í New York Times að fyrirtækin eigi að eina skylda þeirra sé að færa eigendum sínum og hluthöfum sem mestan gróða. Við höfum alltaf verið þessi fyrirtækjamenningu, við höfum haft hana og við höfum haft hana hér á Akureyri svo sannarlega, samvinnurekstur og sem sagt Benedikt myndist þarna dreifistefnu hérna áður sem er einfaldlega það að við rekum fyrirtæki þar sem að auðnum og afrakstrinum, virðisaukanum eða hvað sem við kalla það, af atvinnustarfsemi, framleiðsla vöru og þjónustu skipt í neðri lögum samfélagsins. Þess vegna þegar maður segir þessi núllrekstur á fyrirtækjum sem að menn verða að tala í gamla daga, þetta er ómöguleg fyrirtæki, gátt ekki grænt. Það var einfaldlega bara dreift, auðnum var dreift áður og þetta er líka svo flott vegna þess að þá getum við líka sagt við viljum heldur ekki að hafa óbóðslega sterkt ríkisvald. Við viljum hafa þarna styrkin, hann liggur þarna í lýðræði á vinnustaðnum, endurskipulagningu á viðhorfi til vinnunar og á viðhorfi til þess hvernig auðnum skipt. Með samvinnurekstri og samvinnubankar sem að eru rekin, voru reknir hérna, þeir eru einmitt bankar til þess að fjárfesta í raunhagkerfinu. Þessi bankar sem við erum með núna, þeir fjárfesta fyrst og fremst í sýndarveruleika hagkerfinu, í braskinu. Og þetta er bara það sem við þurfum bara aðra menningu og þessi grein frá þessum stóru stofnunum sem var að vitna til hérna áðan, hún segir þetta einfaldlega. Við erum með vitlaust kerfi og við þurfum að breyta þessu kerfi ef við ætlum að byggja framtíð í heiminum fyrir fólkið. Þetta okkar. Þetta má kannski líka að koma aftur að því sem Gunnar Smári var að segja með samtalið. Ef menn hefðu tekið lítið samfélag eins og í Mývatnssveitinni og sagt hvernig myndum við vilja byggja þetta upp? Eru auðvitað alls konar tækifæri í þessu að það aukast möguleikar á þjónustu og það eru möguleikar á viðbótarstörfum og þú ert með sumpart hefðbundi landbúnaðarsamfélag, þú ert líka með lítið iðnaðarþorp sem að misti fótanna þegar verksmiðjan lokaði. Hvernig sjáum við fyrir sér að það sé best að gera þetta og svo maður víti svona aftur til Skotlands að ég er nú reynslu af því að ætla að ferast Skotland að sumarlagi og uppgöta það að það er bara uppselt. Það er bara ekki pláss fyrir fleiri og það er hérna og það er ekki það að menn fara að byggja einhverja risa tanka, það er bara því að það er bara uppbókað hér á gistiheimilunum, þannig að við sjáum þetta. Hérna má ég aðeins, þetta var því samtal og sömuleyti þá eru þið að tala ykkur inn á það að svona small is beautiful, að við höfum gleymt í svolítið, við höfum bara að fá stóra hótelið og risatógaran og það á svo sem líka við samfélög, það var líka við heilbrigðiskerfið, við höfum bara að fá hátækni háskólasjúkrahús fyrir sunnan og svo bara grotna niður heilbrigðisþjónustu út á landi og við þekkjum þetta allt saman.
á móti þessari þróun þarf að koma einhver svona hugmynd það að það sé eitthvað gildi í einu að smárekstur sé eftir svona verður, hann fari vel með náttúruna, fari vel með starfsfólkið, fari vel með eigendur sínar, fari vel með nærsamfélagið, að smærri samfélög séu líka góð. Ég hlustaði á hagfræðing sem sérfræðingur í svona þróunarhagfræðinni, þannig að gera tilraunir, en hún jafnframt rannsaka mikið svæði sem verða fyrir miklu áfalli. Og ég var að hlusta á hana á fyrirlestri. Hún sagði að það þannig að þegar svæði verður fyrir áfalli þá fara svona 15% svona með þetta. Og það þannig að þeir sem að fara hafa það betur efnahagslega með öllum mælikvarðum sem við kunnum að nota, með fjölskyldutekjur, menntun barnanna, húsakost og öðru langlífi og heilbrigði og öllu. Það bara þannig að þeir sem að fara hafa það betur. Hins vegar, og hann tók líka dæmi að þess Vestmannaeyjagosinu, þar sem það snýr öfugt, að þeir sem að snéru tilbaka, að hún hélt í fram að það fólk hefði það lakar heldur en þeir sem voru áfram eftir upp á fastalandinu. En svo segir hún, en við verðum að spyrja okkur á því, af hverju fór 85% ekki? Hvaða verðmæti eru það í þorpinu eða svæðinu í samfélaginu sem eru svo mikil að þó að fólk viti það, að þau sem að fara hafa það betur, það bara þekkt í öllum svæðum að Afrikanandi sem fara til Evrópu þeir hafa það betur og við veitum þetta og Íslendingar sem fótu vestur eins og það vitum allir. En það ekki þannig að 85% hafa ekki vitað þetta. En hvaða verðmæti eru það sem að heldur í 85% sem að við mælum ekki? Og ættum við ekki kannski að vera að velta okkur í þessu, hvaða gæði það eru sem að veldur því að fólk velur það umfram efnahagslegan mælikvarða sem við getum mælt, sem að veldur því að situr eftir og ættum við ekki að byggja samfélaginu okkur á því, frekar heldur ná því að vera allt í lagi að fólki flytja Mývatnssveit eða Þingeyri og eitthvað fleira, það hefur verið miklu betur þegar flyttur í bæinn, en skoða það hvaða verðmæti eru að tapa sem að sitja þar eftir. Hvað segir þetta, Guðrún? Mig grunar að þessi 85% eru hrætt við breytingar, eru föst í vananum. Það það sem hún segir ekki. Hún segir að það það sem við erum vön að dæma það því við vitum það að það efnahagslega betra að fara. En hún segir, við verðum að skoða það hvað veldur því. Það getur ekki verið að það eftirsiti 85% hrættu fólki. Það eitthvað verðmæti sem við erum einfaldlega ekki með augun á, erum ekki að mæla og kunnum ekki að tala út frá. Það það sem hún segir. Það var áhört að gera það. Það má líka segja, þarna eru, Vestmannaeyjar náttúrulega í sérflokkið, það náttúrulega fóru allir. Þannig að spurningin af hverju hún kom aftur, Já, hún mældi hópinn sem að fóru aftur sem, Já, en þannig að það ekki bara það fólk velja að fara ekki, heldur bókstaflega þegar fólk neyðislega að fara það ákveður að koma aftur. En þetta á líka við í minnstu byggðarlögunum og byggðarlögunum þar sem að kannski eiga erfiðast núna, að þar kannans við gert sína það að það 85% þeirra sem búa þar hafa búið einhverstaðar annars staðar, það ekki nema 15% sem hafa aldrei búið annars staðar. Þannig að langflestir á þessum stöðum annarkvort eru það góð fólk eða fólk sem ólst þar upp fór og ákvað að koma aftur. Og við vitum ekki af hverju. Já, þannig að þessi mynd að menn sé bara ekki farnir ennþá eitthvað svona, að það miklu meiri hreyfing og þetta miklu meira val. Og fólk að segja, Þórólfur, ég hlustaði á því hérna fyrir nokkru. Þá að segja hlut sem kom mér svolítið óvart, mjög skemmtilega óvart, að þarna með flutning fólks til sjávarsíðunar, til að búa til sjávarbyggðir og ég hafði eins og margir aðrir haldið að þarna hefði verið efnahagslegar aðstæður fyrir hvar fólk settist að fólk hafa ákveðið þarna góð fiskimið og þarna ætli ég að setja stað og verða ríkulega fiski. En þú varst að segja að það hefði bara verið vegna þess að fólk myndi komast í mat heim til mamma og pappa á sumstöðum. Og þetta var alveg magnað. Og hvað segir þetta þá í þessu samhengi? Fólk vill bara vera heima hjá sér. Jú, það náttúrulega bara líka þetta að ef þú trúir því að þessu efnahagslegi hvatar fyrir öllum, að þá sérðu efnahagslega hvat alls staðar. Og það auðvitað þannig þegar sjávarplássin byggðust upp, að þeir byggðust upp út all land vegna þess að þeir byggðust út úr sveitasamfélögum. Og vegna þess að fólk var auðvitað að komast úr, það var bara ofjölgun í sveitunum, alltaf margt fólk og það voru gamlu vistafar, það var alls konar ástæður fyrir því að fólk vildi flytja af bænum, en það vildi ekki endur að fara úr samfélaginu. Og þá var þessi lausn að byggja þessi litlu þorp upp í svona minni fjarðarins, hvar sem menn voru, að þetta var
leið til að fá best af því báðu. Þetta hefði menn geta sko flutt heimshornan á milli að þeir verður bara eltast við sko hæsta launateka. Það er ekkert auðvelt að byggja þorp. Samfélagið okkar sem okkur mikilvægt. Við erum hópfera maðurinn og þessi hugmynd ég samfélag í staðinn fyrir við samfélag sem við erum búin að keyra á núna í 40 ár í heiminum, hún ekki að skila okkur þarna, hún ekki gæfuleg fyrir manneskjuna. Hvað segirðu Benedikt? Heldurðu að við höfum svona mist að hið smáa, getur verið smáatvinnurekstur, getur verið sorpið, getur verið alls konar hlutir sem að hafi einhvern veginn bara orðið undir í umræðinni fyrir einhverjum svona viðmiðunum hins við stóra sig átómatist eftir svona verð? Já, ég er raun og veru ekki í neinum vafa það að það eru mjög mikilvægir kraftar í samfélagi og í fjölskyldutengslum og í samfélagskapitalinu sem að vega mjög þungt fyrir okkur sem einstaklinga og fjölskylduverur og miklu þyngra heldur en kannski hinn beini en óvissi efnahagslegi ávinningur. Þetta fögur hlýðin moment auðvitað raunverulegt líka að menn vilja vera einhvers staðar af því að það hefur einhverja tengingu við sálina og einhverja sjálfsmynd og menn kjósa það sjálfir. Og við erum auðvitað mörg á okkar aldri sem erum yfir 60 ennþá með Jónas Hallgrímsson í sálinni og okkur að kennt einhver tegund af ást á landinu og því að við tilheyrðum einhvers staðar og það hefur ekkert alveg yfirgefið okkur þó svo að kynslóðin sem alin upp á frjálshyggjutímanum hafi ekki fengið jafn harkalega innbrennslu. En við erum samt öll með einhverjum hætti hluti af fjölskyldun okkar til góðs og ills. Ég næstum því viss það að eitt af því sem að gæti komið upp úr afleiðingu af þeim ferðatakmörkunum sem COVID-plágan hefur fært okkur að fólk fari að hugsa öðruvísi ferðalög og öðruvísi búsetu sína. Ég heyri það í minni nánustu fjölskyldu að það bara skiptir máli að þegar að menn upplifa ferðablokkeringarnar þá allt í einu fer nándin við fjölskylduna að skipta svolítið meiru máli. Ég held að krakkarnir sem voru útskrifast úr menntaskólanum núna síðustu vikurnar, þau eru ekkert með það efst á blaði að fara í heimsreisu. Þeir sem að útskrifuðust 20 árin á undan og héldu að þau myndu geta farið í heimsreisu og fóru mörg og sumir áttu það bara eftir. Ég held að þetta muni hafa áhrif á það hvernig við umgöngumst landið og fjölskyldunándina líka. Þú talaður kannski akkurat það sem við þurfum að tala Já, þú ætti að tala að vantaði samtalið? Já, þetta akkurat það sem held ég, ef við tölum það sem skiptir máli og einmitt, það að við standa saman, styðja hvort annað, náungakærleikurinn, vera heiðarleg stöður sín og stétt og svo framvegis, og einmitt þetta mjög góður og áhugaverður punktur Benedikt, af því að það hefur svo rosalega margt breyst og eins og Haraldur benti á að við erum rétt svona að finna fyrir svona hluta af því á einhvern svona hátt en við hljótum samt að geta núna aðeins, við tölum ekkert samherjamáli og kvótamálin því miður, ég vona að við munum taka annan fund í það, annan þátt í það Ég þori ekki að spyrja fólk norðan heiða það Hvað segirðu? Ég þori ekki að spyrja, ég hef talað samherja og kaffihúsi við Akureyringa og þeir horfa alltaf svona yfir öxlina á sig hvort einhver sé að hlusta, Já, við getum þurfum að ræða það er bara komið tími til að við ræðum það, skipt og skorinort, en mér skilst það við séum ekki lengur, þetta sé klukkutíma þáttur rauðaborðið. Já, við höfum að halda áfram, taka eitt þátt samherja. Algjörlega.
Það stutt í, þegar við förum að ræða kvótamálin, þá er undarlega stutt í ílskuna. Ef við höfum skoðun á því að það þurfi að breyta kvótakerfinu eða leggja það niður, taka upp nýtt kvótakerfi og teljum að ákveðin fyrirtæki séu jafnvel háskaleg fyrir stærð sína og framferði, að þá er mjög stutt í ílskuna Gunnar Smári og þá skiptir máli að horfa yfir öxlina á sér ef maður sé á vinnumarkaði. En við gamla fólkið, við gætum nú einmitt farið að njóta þess frelsis að það verði jafnvel ekki hægt að hefna sín á okkur, jafnvel þó við segðum eitthvað óvarlegt. Þú mátt það, Já, já, ég meina, ég er ekkert voðalega fyrir mig, ég er vanur að, eða ég hef oft sagt eitthvað sem ekki hefur verið svona mainstream og ég ætla ekki endilega að hætta því þó ég eldist, en það er auðvitað hluti af þessu, það er að segja, það er algjörlega útilokað að við getum rekið hér gott samfélag með þann sérdræga einokunarkapitalisma sem að kvótakerfið hefur fært okkur. Samherji er auðvitað bara einn sterkasta birtingarmynd þess og ekki bara fjárhagslega í sínu kapítali heldur í því hvernig menn hafa hertekið með tilteknum aðferðum í umræðunni og með ákveðinni valdbeitingu. Berufs verbót er auðvitað bara raunveruleiki sjómanna þegar skiprúmunum fækkar og við erum núna að tala það að það séu kannski 300 skiprúm hérna á öllu Norðurlandi og Norðausturlandi en þau voru líklegast 3000 undir lok 8. áratugarins. Það er að segja að þau voru 3000 manns sem höfðu afkomu meira eða minna eða alveg af útræði og vinnu við sjávarútveg. Það er sorglegt að ganga hérna niður við sjó, hérna við Torfunefsbryggju og svo framvegis og það er ekki einn fiskur að sjá. Það er enginn að fiska nema fáir einstaklingar sem eru það bara klárir að veiða sér til matar. Það er einstaka útlendingur sem býr hérna, sem fiskar hérna á bryggjunni. Það er engin bátur sem að sér sem er búin að vera að fiska það er ekkert líf. Og ég skil ekki af hverju við getum ekki bara tekið fiskinn aftur í okkar, eigu. Ég skil það ekki. Ég skil ekki. Það er bara hægt að breyta lögum, ekki sagt. Það á að vera hægt að breyta lögum. Og að þetta snýst ekkert einhverja kalla sem eru á einhverjum forstjórastóli þegar við erum að tala lög. Við þurfum bara að breyta það. Veltum fyrir sér hvort að setja tengja þetta við það sem við vorum að tala áðan með er small beautiful að einhverju leyti snýst þetta líka bara stærðarhlutföllin, bara á sama hátt eins og við horfum á alþjóðleg stórfyrirtæki sem eru miklu stærri heldur en þjóðríkin, hvað þá þjóðríkin í þróunarlöndunum sem geta bara rokið til og fært starfsemi og sett allt á annan enda. Að með stóru sjávarútvegsfyrirtæki, þau séu nú miklu minni heldur en kannski alþjóðleg stórfyrirtæki, þá er það samt þannig að ég held að borgarstjórn Reykjavíkur skjálfi ekkert á beinunum þó að HB Grandi segi eitthvað, jafnvel þó að það sé það stærstu fyrirtækjunum. Og ég held jafnvel að staðins á Akureyri, ég er nú búið hér í 16 ára og ég hef nú aldrei hitt með Þorstein Má, ég sá hann einu sinni í flugvél. En ég held að eftir sem staðirnir verða minni, að því miklu erfiðari verða þessi valdahlutföll. Og ég held að það séu staðir þar sem menn þurfa virkilega, ekki bara horfa yfir öxlina á sér, heldur fara virkilega varlega hvað þeir segja og gera vegna þess að þegar fyrirtækin er orðin svo margfalt stærri heldur en samfélögin sem þeir starfa í, þá er þetta ekki auðvelt. Þú ert ekki búin að búa þetta nú lengi, í rauninni, maður þarf ekki að vera hræddur við einhverja kalla sem eiga peninga og ræna þjóðina af því að ég allavega áttum ekki á af hverju við ættum að vera hrædd við það en ég áttum hins vegar á því að ég er í samfélagi þar sem allir eru skítræddir og það sem
það sem ég skil ekki og ég að spyrja ykkur, þið nú allir orðnir aðeins eldri en ég, nema kannski Þóroddur, ég eldri eða yngri en þú, Þóroddur? Þú ert yngri ég. Að sko, þetta ekki bara spurningum að breyta lögunum? Erum við ekki að tala það? Við ráðum, við erum líðurinn, við ráðum. Já, þá þurfum við bara að fara að gera það. Einhvers staðar í huga mér þetta einfalt mál. Herðu, þið voru að hvetja til þess að halda sérstaklega þáttum Samherja, en Gunnar bara komið með niðurstöðu þess þáttar sem bara við breytulóðanum og þá var það Akureyri. En það fór eins og ég reiknaði með að bara með því að flytja sjónarhóli til Akureyri þá koma inn alls konar ný sjónarhóll sem hefði ekki komið ef ég hefði verið að tala við fólk fyrir sunnan, eins og til að setja með stærðarhlutsöldin, eins og þetta með áhersluna á smærri rekstur og þetta búið að vera mjög fróðlegt og ég þakka ykkur kærlega fyrir það. Ég veit að kannski flestir að ég nota þetta sem svona námskeið fyrir mig. Ég eiginlega bara að reyna að átta mig í íslensku samfélagi og ég dreg fólk sem mér finnst vera áhugavert að borðinu og spjalla við þess áhugaverðu tíma og ég fæ alltaf betri og betri skilning á því og þegar við hjálpaðum mikið til þess. Ég ætla að fara oftar út á land og koma oftar við á Akureyri. Þessi þáttur alla við kvöld, þannig við höfum nógan tíma í sumar til þess að koma við aftur. Kannski tökum við Gunnu orðinu og höfum eitt þátt með Norrlendingum og fólki á Austfjörðum Samherja og Samherja samstæðuna sem líka náttúrulega í síldarvinnsluna og með sterk ítök í sveitarfélögunum þar. En ég þakka ykkur kærlega fyrir, Haraldur Ingi, Benedikt, Þóroddur og Guðrún. Hlustendur þakka ég fyrir að hlusta og bendi á að á samstöðunni, á svæði samstöðunar á Facebook og á YouTube má sjá bæði þessa þætti og líka hina Reykjavík og Öryrkjaráðið. Þessi þættir eru líka fáanlegir í öllum podcastsvæðum, ef þið eru að labba út með hundin eða í kvöldgöngu, þá getið þið hlustað á þetta. Annars sjáumst við bara á sama tíma á morgun, klukkan 8. Takk fyrir því. Takk fyrir mig.